Bernskunnar vortími ljúfi leið, allt of fljótt mér frá, en ég fagra á. Minning sem lifir ærein og heit, þó að syrti til, þá ég syngja vil. Ramóna, ég heyri til þín hvar ég fer. Ramóna, þín glaði söngur fylgir mér. Klukkurnar hljóma og kvöldsins boðar ró og frið, þá heyri ég óma af horfna tímans ljúfa nið. Ramóna, þú einir allan huga átt. Ramóna, þér víg ég hvernig hjartans slátt. Og alltaf, alltaf bros mig skaltu eiga ein. Ramóna, Ramóna, þú ein. Fjallanna vor drottning, það þú, kát og frísk og fríð, eins og fjól í hlíð. Fegursta stúlkan sem til nú, blóm í hverjum stíg, bros í kringum þig. Ramóna, ég heyri til þín hvar ég fer. Ramóna, þín glaði söngur fylgir mér. Klukkurnar hljóma og kvöldsins boðar ró og frið, þá heyri ég óma að horfna tímans ljúfa nið. Ramóna, þú einir allan huga átt. Ramóna, þér víg ég hvernig hjartans slátt. Og alltaf, alltaf bros mig skaltu eiga ein. Ramóna, Ramóna, þú Góði gestir, verið hjartanlega velkomin í Borgarleikhúsið. Ótrúlega gaman að sjá okkur svona mörgirn í dag. Við ætlum að fræðast komandi leikár og skoða verkefnin sem verða á fjölunum hjá okkur í vetur. En eitt af megin markmiðum okkar hér í Borgarleikhúsinu að snerta áhorfendur beint í hjartastað, og það gerðu þessi söngvarar svo sannarlega hérna rétt áðan, Katrín Halldóra, Páll Óskar og Vignir sem spila á píanó. Þakka þeim kærlega fyrir undurfaran söng, en þetta lag einmitt að finna í leiksýningunni Ellie sem að fara á sitt 3. leikár. En áður en að við förum yfir komandi leikár, þá langar mig til þess að þakka öllum áhorfendum og ykkur fyrir samfylgdina á síðasta leikári, og við ætlum að sjá smá brot, fara eins yfir leikárið sem var síðast, lítum öxl og sjá sýningarnar sem voru þá. Gjörið svo vel. Það truflar, tíminn flýtur, trylltum heimi í, en sperrið hlustir, því að allt tekur enda. Þarf að stýra því, og það var geggjað.
Hvað ég að pæla? Ha, alls ekki neitt. Nú bara að fljóta, milli vídda og njóta, mata krókinn út í eitt. Það þarf örlítið hughrif og setja í flugdrif og síðan má öllu breyta vilt. Þetta ákveðin hreyfing, yfirþyrmandi deyfing. Þetta tímalust spil. Þetta tímalust spil. Nú hér tók rölti niður í bæ, reyndi að hugsa skýrt. Þegar geggjaður gaur gaf mér augahýrt. Það fýraði upp í mér, ég man mér fannst það klúrt. Hann fann til pallbílinn og það var frekar súrt. Hann starði á mig og ég misti það. Gleymd að loka bæði stund og stað. Þetta tímalust spil. Þetta tímalust spil. Fyrst það hopp út á hlið. Önd á lendarnastíð. Já, það var einstaklega gjöfult leikur hjá okkur í fyrra og við setjum alltaf markið hærra á hverju leikari og eins og ég sagði áðan þá er eitt af okkar megin markmiðum að örva hug og hjörtu áhorfenda og við reynum alltaf að fara fram úr væntingum áhorfenda. Okkur langar alltaf til þess að fara eins langt á við komumst með hverja einustu sýningu og leggjum mikið upp úr gæðum og vönduðu verkefnavali og það verkefnaval sem liggur til grundvallar á þessu leikári sem við erum að fara að byrja núna. Við í rauninni byrjum að skipuleggja það svona 2 árum áður en að við förum á stað og við förum í gegnum hvert einasta verkefni, fyrir gegnum margar síur og við erum hér með starfandi verkefnavalsnefnd sem að í rauninni skoðar öll verkin og þannig að við leggjum mikla hugsun í samsetningu leikársins. Skiptir gríðarlega miklu máli að leikari sé fjölbreytt og kraftmikið, að hvert einasta verk sé afgerandi og síðast en ekki síst að hvert einasta verk hafa eitthvað að segja samfélagi sem við búum í dag og eigi erindi við okkur sem áhorfendur akkurat núna. En leikarið sem er framundan er einstaklega spennandi og kraftmikið. Við erum sérst með 16 verkefni á fjölunum í vetur og frumsýnum 10 ný verk og erum einnig með eina gestasýningu frá Leikfélagi Akureyrar og svo eru það 5 sýningar frá fyrra leikári sem halda áfram sökum mikillar velgengni á síðasta ári. En áður en ég kynni fyrir ykkur nýju frumsýningarnar okkar í vetur, þá langar mig aðeins að fara yfir verkefnin sem að halda áfram, þessar 5 sýningar sem að halda áfram á þessu leikári. Og það eru þetta fyrst og fremst Ellie sem einmitt hóf göngu sína núna á föstudaginn og það er alveg magnað að fylgjast með því. Ellie er að fara inn á 3. leikári sitt og við erum búin að sýna 140 sýningar af þessari mikilvægu sögu þennan brautryðjanda í íslensku tónlistarlífi og það er svo magnað að fylgjast með viðbrögðum áhorfenda við þessari sýningu og það eru margir sem eru að koma í annað og 3. sinn og spyrja, tala þetta eins og sé að fara á jólatónleika, ég ætla að fara aftur og aftur og aftur og það er þetta mjög fallegt og mikilvægt að einmitt fjalla konur og konur sem tónlistamenn. Þegar við lögðum leikarið sem Ellie var á þá vorum við að skoða einmitt svona stórar konur og út frá samfélaginu. Síðan er það Rocky Horror sem við frumsýndum í fyrra, ótrúlega beitt og mikilvægt verk, mikil ádeila og eins og við höfum oft sagt þá er þetta svona besta partí sem maður getur farið í. Þarna sýnum við Rocky Horror, byrjum hana núna 8. september og svo er það Fólk, staðir og hlutir sem er sýning sem sló algjörlega í gegn hjá okkur í fyrra sem tekur á mjög vandaðan hátt á í rauninni samskiptum
fíkla og fjölskyldu og skoðar í rauninni hvað það að vera fíkill og fara í gegnum meðferð. Og þarna eru margir af okkar færustu leikurum sem takast á við þetta og við munum hefja sýningar á Fólksstaðir og hlutir í febrúar. En það mitt gaman að segja frá því að Nína Dögg og Sigrún Edda hluti mitt báðar grímuna fyrir leiksinn í þessari sýningu. Svo það frábær gamanleikur sem við frumsýndum á síðasta ári, sýningi sem klikkar, sem við sýndum á nýja sviðinu og ætlum að færa á stóra sviðið í vetur. Og þetta í rauninni verk það sem við elskum í leikhúsinu. Það eru svona mistök, þó að það sé þetta erfitt þegar þau eru að gerast, en þá ótrúlega gaman að segja sögur af þeim eftir á. Og þetta fjallar leikhóp sem að setja morðgátu við mjög frumstæðar aðstæður og það fer allt úrskeiðis sem getur fara úrskeiðis. Og það alveg ótrúlega gaman að horfa þarna á leikhópin klúðra öllu sem getur klúðrast. Svo verðum við með þriðja árið í röð barnasýninguna Jólaflækja sem svona fyrir yngstu áhorfendurna okkar og við sýnum hann á aðventunni og það hann Bergur Þór sem leikstýrir þeirri sýningu og hann Björgvin Frans mun taka við hlutverki Bergs í sýningunni í vetur og við munum semst sýna hana í desember. En þá langar mig að fara yfir frumsýningar leikársins. Við hefjum leikárið þann 14. september á sýningu sem heitir Allt sem frábært. Höfundur þessara sýningar ætti að vera áhorfendum góðkunnur en það Duncan Macmillan sem höfundurinn sem skrifaði einmitt Fólksstaðir og hlutir. Og þetta svona vellíðuna sýning, ég man þegar ég las þetta verk fyrst, það alveg ótrúlega sterk áhrif á mig og mjög svona mikilvægt málefni í samfélaginu. Það fjallar í rauninni segir sögu drengs, hann var fullorðinn maður og að segja okkur söguna sína og hann á móðir sem að glíma við ákveðin andleg veikindi og hún hefur farið í gegnum sjálfsvígstilraunir og hann ákveður að gera lista yfir allt sem gott í heiminum til þess að gleðja mömmu sína og gera henni grein fyrir því hvað það sem gerir lífið þess virði að lifa því. Og til að byrja með þetta mjög einfaldir hlutir eins og ís eða vatnslagur eða svona hlutir sem okkur finnast frábæri þegar við erum börn og svo heldur hann áfram með listanurinn út lífið. Og þetta hann Valur Freyr sem leikur eina hlutverki í sýningunni og hann Ólafur Egill sem leikstýrir en hann hefur einmitt gert mjög margar fallega sýningar fyrir okkur á síðustu árum. Og þetta svona feel good sýning, svona vellíðuna sýning sem á í rauninni mjög sterku samtali við áhorfendurna. Við ætlum að leika okkur aðeins með litla sviðið í vetur, að við stillum upp sem hringsviði þannig að áhorfendur sitja í hring og eru mjög nálægt leikaranum og taka svona þátt í sýningunni að ákveðnu leyti. Þannig að þetta fyrsta sýningin á leikaranu hjá okkur og hún eins og ég sagði þann 14. september á litla sviðinu. Svo það frumsýning nr. 2 hjá okkur sem einnig afar spennandi verk og þegar ég heyrði fyrst af þessu verki þá hugsaði ég þetta getur ekki verið góð hugmynd, svo las ég leikritið og sannfærðist að þetta væri virkilega góð hugmynd en þetta dúkkuheimili annar hluti. Við settum einmitt á svið dúkkuheimili hér fyrir 4 árum á stóra sviðinu og sýning sem fékk bara alveg einstaklega góða viðtökur og hlaut grímuverðlaun sem sýning ársins. Og þetta sjálfstætt framhald af dúkkuheimili Ibsen en bara 2 ára gamalt verk skrifað af bandarískum höfundi og það í rauninni fjallar það þegar Nóra kemur aftur 15 árum síðar og að takast í rauninni á við afleiðingar þess að hún hafi farið og við setjum verkið upp á nýja sviðinu og það Una Þorleifsdóttir sem leikstýrir en það sem líka einstaklega spennandi við þessa sýningu að við gefum sömu leikurum tækifæri á að túlka hlutverkin aftur og það auðvitað alveg einstakt að geta gert það að Unnur Ösp og Hilmi Snær munu aftur túlka Nóru og Þorvald í þessari sýningu og þetta sýning sem spyr mjög svona stóra spurninga stöðu hjónabandsins, hvaða að vera í sambandi, hlutverk konunnar og það stanslaust verið að vísa í rauninni inn í samtíman þó að verkið sé í rauninni skrifað inn í ákveðinni periódu. Verkið gerist á þeim tíma sem dúkkuheimili Ibsen gerðist. Þannig að það svona áhorfendur geta átt von á svona mjög safaríku, dramatísku leikriti sem hefur svona djúpstæð áhrif. Svo erum við einstaklega stolt af því við leggjum mikla áherslu á íslenska leikritun hér í húsinu og erum alltaf með fastráð leikskáld við húsið sem að skrifa verk og leikskáldi sem að skrifa fyrir okkur núna munum frumsýna nýtt verk á næsta ári.
En við sem sagt verðum með frumsýningu á nýju íslensku verki og kynnum nýjan höfund til sögunar í því verki og það Jón Magnús Arnarsson með verki Tvískinnungur. Það hann Ólafur Egill sem leikstýrir því og það á litla sviðinu hjá okkur líka. Og þetta rosalega hrátt og beitt og ögrandi verk sem að fjallar par sem að í rauninni í svona mjög stormasömu sambandi og að glíma við fíkn og fjallar í rauninni þau fara í alls konar svona hlutverkaleiki og við erum í rauninni að takast á við mjög átaka mikið samband og við ætlum að gera þetta líka inn á litla sviði í hring og áhorfendur verða mjög svona nálægt leikurunum og við hlökkum mikið til að kynna þetta leikskáld til sögunar. Hann hefur verið mikið að fást við ljóðaslam, skrifa mikið í bundnu máli, þannig að verkið líka hluta í svona mjög bundnu máli, svolítið svona nútíma Shakespeare, þetta miklu hrárra og miklu nær okkur, en við erum einstaklega stolt af því að kynna þarna nýtt leikskáld til sögunar í Borgarleikhúsinu. Svo það svona einna hápunktum ársins hjá okkur sem jólasýningin okkar. Hún frumsýnd 29. desember og við vorum búin að velta lengi fyrir okkur svona hvaða verk okkur langaði að setja þarna inn og það tiltölulega langt síðan að við ákváðum að við yrðum að setja upp Ríkharð III eftir Shakespeare og ástæður þess margar. Þetta þetta verk sem að talar mjög sterkt inn í samtíman í dag, fjallar mann sem að svífst einskis til þess að ná alla leið, traðkar á öllum sem í kringum hann til þess að komast alla leið á toppinn. Við erum alltaf að skoða samfélagið og hvernig í rauninni pólitíska umræðan og viljum auðvitað verkin sem á sviðinu endurspegli það og þetta verki það svo sannarlega. Síðan fórum við að skoða svona hvaða listræna teymi okkur langar að hafa í brúnni í þessari sýningu og við ræddum við nokkra leikstjóra, vorum að hugsa svona hvaða leið okkur langar að fara og það auðvitað alveg stórmerkilegt þegar við fórum að skoða það hafði ekki kona leikstýrt Shakespeare á Íslandi síðan fyrir síðustu aldamót og við ræddum við Brynhildi Guðjónsdóttur sem auðvitað þekki þetta tímabil leiklistsögunni afskaplega vel og hana langaði að leggja megin áherslu í þessari sögu á þær sem hafa hingað til oftast verið svona frekar valdlausar eða þögglar í verkinu sem konurnar eða 5 kynslóðir kvenna og í rauninni hvernig þær gera allt þess að reyna að hindra Ríkharð í að ná því sem hann ætlar að ná. Og við erum þarna með algjöra kanónur, rosalega flottar leikonur af hverja sinni kynslóð sem að í rauninni reyna að stöðva Ríkharð. Og eins og þið sjáið á plakatun okkar þá setjum við þær þarna í frontinn og svo bara mynd af honum bakvið. En þetta verður sem sagt frumsýnt 29. desember á stóra sviðinu og það Hjörtur Jón Jónsson sem mun fara með hlutverk Ríkharðs III og Brynhildur Guðjónsdóttir sem leikstýrir. Svo erum við alltaf með 2 samstarfsverkefni á hverju leikári sem við erum afar stolt af, samstarfi við sjálfstæða leikhópa og fyrra verkefni af þessum 2 einleikurinn Ég dey eftir Charlotte Böving en hún hefur áður gert einstaklega fallega einleiki sem voru settur upp í Iðnó og Tjarnarbíó. Og þarna ætlar hún að takast á við mjög stórt málefni á hjartnæman og kómískan hátt sem dauðinn sjálfur. En hún fór í rauninni gegnum ákveðið ferðalag þegar að það kom upp veikindi í hennar nánasta umhverfi og fór að skoða svona dauðan og hvernig hann orðin að ákveðnu tabú í samfélaginu. En þarna ætlar hún í rauninni að skoða sinn eigin dauðleika og svona allar hugmyndirnar sem hún hefur dauðan og hann Bergur Þór mun leikstýra þessum einleiku hann verður frumsýndur á Nýja sviðinu 4. janúar. Svo ræddum áðan með íslensku leikritunina. Við leggjum mikið upp úr því að efla hana og styrkja. Og árið 2012 þá settum við upp röð sem heitir Núna, eða kynntum 3 ný leikskáld til sögunar og þau 3 leikskáld hafa öll skipað sér í framvarðasveit íslenskra leikskálda eftir það og okkur langar að endurtaka leikinn og fórum í rauninni að skoða mjög unga höfunda eða höfunda sem að útskrifast annars af rithöfunda sviðslistabrautinni í Listaháskólanum og við fengum 3 til liðs við okkur sem í rauninni skrifa svona hálftíma verk og þetta verður allt sett upp á einu kvöldi með hlé á milli og við ákváðum að fá mjög reyndan leikstjóra með þeim. Það mjög spennandi að vera með afar reyndan leikstjóra að vinna með ungum höfundum. Það læra báðir hver af öðrum og það Kristín Jóhannesdóttir sem leikstýrir þessu verki og það verður frumsýnt 10. janúar á litla sviðinu. Svo það seinna samstarfsverkefni okkar, það hann Friðgeir Einarsson sem
margir af áhorfendum þekkja. Hann með alveg einstaka svona frásagnagáfu og mjög svona sérstaka fagurfræði í sínum sýningum og mjög gaman að fá hann til liðs við okkur næsta vetur. En það verkið Club Romantica sem svona heimildasýning sem byggir á afar áhugaverðri sögu. Hann var staddur á Flóamarkaði fyrir mörgum árum í Belgíu og fann þar myndaalbum, hefur mikinn áhuga á að skoða gömul myndaalbum og hann kaupir þessi myndaalbum og fer að skoða þetta og verður rosalega forvitin konuna. Þetta rauninni bara myndir af henni í sumarleyfi á Mallorca og mjög típiskar sumarleyfismyndir og hann í rauninni ætlar að fara í gegnum í sýningunni hvað varðum þessa konu og reyna að grafast fyrir og lesa út úr myndunum hvernig hennar æviskeið hefur verið. Og þetta spyr auðvitað stóra spurninga hvernig búum við til minningar, hvernig verður okkar minnst ef við myndum skoða bara alla myndir sem eru til í tölvun okkar, hvernig myndum við raða upp líf okkar út frá því. Þannig að þetta verður mjög ágeng og spennandi sýning sem verður 28. febrúar á Nýja-Sviðinu. Svo það stóri fjölskyldusöngleikurinn okkar sem sýningin Matthildur sem verður frumsýnd 15. mars hér á Stóra Sviðinu. Þetta verk sem við erum búin að hafa augastað á í mörg ár og erum búin að vera að bíða eftir því að fá réttinn til þess að setja upp þessa sýningu. En við erum einmitt fyrsta leikhúsið sem fær þennan rétt að setja upp sýninguna. Hún búin að ganga á West End og Broadway í mörg ár og við erum alveg ótrúlega spennt fyrir því að fá að takast á við þetta verkefni. Þetta byggt á skáldsögu Roald Dahl sem flestir þekkja, segir afar mikilvæga sögu Matthildi sem ung stúlka sem býr við erfiðar aðstæður. Foreldrar hennar hefðu helst viljað að hún væri strákur og vilja að hún hætti að lesa bækur og bara horfa meira á sjónvarpið og hún í rauninni þarf að takast á við mjög erfiða hluti og þróar upp ofurkrafta til að berjast gegn ranglæti heimsins. Og þetta fjallar líka á mjög hjartnaman hátt sambandina við kennara sinn og samnemendur og leikgerðin skrifað af Dennis Kelly sem höfundur sem skrifaði til dæmis Elsku barn sem sett upp hérna í Borgarleikhúsinu fyrir nokkrum árum og leikgerðin og tónlistin alveg ótrúlega falleg og hrífur mann með sér og þetta ef maður á líka þessu við eitthvað þá þetta kannski svipað og Mary Poppins, það rosalega miklu töfrar í þessu en þetta kannski aðeins dekkra, meiri Harry Potter í þessu. Þannig að þetta sýning fyrir í rauninni allan aldur og bara ótrúlega mikilvæg og sterk sýning og það var mjög gaman þegar við fórum í áheyrnarprufur hér og vorum að leita að börnum til þess að taka þátt í sýningunni og Matthildunum hvaða komu mikið af hæfileikaríkum krökkum og það var alveg einstakt að fylgjast með því ferli og það eru 3 stúlkur sem munu skipta þessu hlutverki á milli sín. Rétt eins og þegar við fórum í Billy Elliot þá fórum við gegnum svona ferli og það bara, maður ótrúlega þakklátur fyrir þessa krakkar sem hafa verið að vinna hérna með okkur. Ótrúlega flottur og næmur hópur. Svo frumsýning hjá okkur á Litla Sviðinu þann 12. apríl og það verk sem margir þekkja, það verkið Kæra Jelena sem rússneskt verk og við vorum að velta fyrir okkur, vorum að skoða þetta verk, hvernig erindi það ætti í dag og þetta fjallar mjög mikið vald og valdleysi og hversu langt maður tilbúin að ganga til þess að ná sínu fram hvar siðferðismörkin liggja og ég sá þessa sýningu sem unglingur, hún var sýnd fyrir 30 árum, það langt síðan í Þjóðleikhúsinu og það var alveg magnað að fylgjast með þetta gerist allt á einu kvöldi og það ákveðin thriller í þessu, þetta eru 4 nemendur sem mæta heim til kennarans síns, ætla óskenni til hamingju með afmælið, hún verður bara mjög glöð að sjá þau en síðan þau með allt aðrar fyrirætlanir en hún heldur og verkið það fer mjög óvænt atburðarás á stað. Við ætlum að setja þetta upp á Litla Sviðinu líka, þar sem mikil nálað við áhorfendur og við erum nánast bara inn í íbúðinni í Jelenu og það alveg rjóminn af kynslóð yngri leikara sem leika nemendurna 4 og svo Halldóra Geirastóttir sem mun fara með hlutverk í Jelenu. Og það hún Unnur Ösp Stefánsdóttir sem leikstýra mitt Mamma Mia hjá okkur sem mun leikstýra þessari sýningu. Svo það síðasta frumsýning leikarsins, það eftir leikskáld sem hefur skipað sér í fremstu sveit leikskálda í Evrópu á síðastliðnum árum og það hann Marius von Mayenborg sem þýskt leikskáld. Þetta splunkunýtt verk sem heitir Bang og fjallar í rauninni mann sem heitir Hrólfur Bang sem leikinn af Birni Thors og hann bara álítur sjálfan sig snilling og foreldrar hans líka og hann í rauninni hefst handa bara strax í móðurkviði og reiður þar tvíburasystur sín úr vegi
og svo í rauninni sjáum við hann fara í gegnum sitt æviskeið þar sem foreldrar hans eru í rauninni bara uppfylla hugmyndum að það hafi aldrei fæðst fallegra og gáfaðra barn og þau eru samt mjög meðvituð í rauninni að gefa nú lífræna mat, þannig að það er líka svona ákveðin ádela á svona það samfélag sem við lifum í, en þetta er svona mjög svartur húmor, mikil ádela og það er Greta Kristín Ómarsdóttir sem er leikstýrir þessu sem að hefur einmitt verið svona talin einn efnilegasti leikstjórinn af ungu kynslóðinni og þetta verður svona, svona mjög svart og beitt verk, svona kolsvart svona nútíma komedía. En mér langar, núna ég búin aðeins segja ykkur frá verkefnunum á leikárinu sem eru þetta ótrúlega ólík og afar spennandi. Þá langar mig til þess að sýna ykkur svona smá dýpt, meiri dýpt inn í nokkur verkefni á leikárinu. Við fórum að hittum nokkra listræna stjórnendur og leikara, verka hjá okkur í vetur og ég ætla að sýna ykkur stutt myndband með viðtölum við þau. Gjörið svo vel. Þetta verk sem að fjallar núvitund og kannski að sjá að glasið er hálffullt en ekki hálftómt og það fjallar bæði alvöru þunglindi og svo líka bara þessa depurð og lífsleiða sem við kannski finnum öll fyrir. Það er sögumaður sem segir þessa sögu og hún er svo persónuleg og látlaus og svona einhver leyti ekkert mjög leikhúsleg. Þar af leiðandi verður sagan mjög persónuleg. Allt sem er frábært er gleði einleikur sjálfsvíg og þunglindi. Söguhetjan í þessum einleik er strákur sem byrjar að gera lista yfir allt sem er frábært fyrir mömmu sína því að hún er veik og henni finnst ekkert vera þess virði að lifa fyrir og hann langar að benda henni á það til dæmis sé ís með dífu að hann sé frábær og það er alveg þess virði að lifa fyrir hann. Umfjöllunarefnið sem eru bara í rauninni geðheilsa er svo framalega og er svo sterkt að maður, það er það sem að svona eiginlega dregur mann áfram og að því að það er á svo persónulegum og hlýjum og tiltölulega jákvæðum nótum. Og ég hitti höfundinn þegar hann skrifaði líka Fólkstæði hlutir, þessi sami höfundur, heitir Duncan Macmillan, ungur breskur strákur. Og ég hélt þetta væri hans persónulega saga þegar ég las þetta. Hún er það ekki, en hann greinilega, hún er með máli skylt og hann þekkir málefnið vel. Hann var með eina ráðleggingu fyrir mig, í rauninni bara eina ráðleggingu. Hann sagði, takiði verkið og reynið að draga það eins nálægt þér, leikaranum, eins og þið þorið. Nei, en þetta er alveg frábært, því að áhorfendur þeir taka þátt í sýningunni og leika pappans og mömmans og dýralækni og alls konar og það verður svona, við vorum það verði alveg mjög sérstök og frábær stemming. Þetta verkefni er alveg, það er einstakt að þessu leitinu til. Maður er að dansa hérna á einhverju mjög fínni brún á milli þessara persónu og bara mér sjálfum. Ég held að áhorfendur eftir að fara heim með svolítið hlýju í hjarta. Það sem kveikti áhuga minn á dúkkuheimilinu Annar hluti er hvernig höfundurinn, Lukas Nath, vinnur með þau þemu sem Ibsen setur upp í sínu leikriti sem er náttúrulega orðið meira en 100 ára gamalt svona stöðu kvenna í samfélaginu, svona hugmyndir hjónabandið, skuldbindingu, hvernig við eigum samskipti og hvernig Nath tekur þau áfram í rauninni fjallar þau bæði í svona samtímalegu samhengi og í samhengi við þann tíma sem að verkið er að gerast á, sem er cirka kringum 1900. Það er náttúrulega svolítið sturlu áskorun að fá símtal frá leikhússtjórunum sínum að leika draumahlutverkið sitt aftur og runnu svolítið á með 2 grímur en svo þegar hún fór að útskýra fyrir mér að þetta væri splunkunýtt ferskt leikrit frá Bandaríkjunum sem hefur slegið aldeilis í gegn þar þá gat maður náttúrulega ekki annað en tekið þessu freistandi tilboði. Það er svo frábært að fá tækifæri eins og Unnur og Hilmi Snær er að fá núna til að koma aftur að þessum hlutverkum Nóru og Þorvaldar sem að þau léku hérna fyrir 3-4 árum í Ibsen-verkinu. Og það er náttúrulega bara algjör lúxus en á sama tíma alveg skelfilega óhugnanlegt að þurfa að
að fara í spor Nóru 15 árum síðar þegar hún kemur svona til að horfast í augu við það sem hún hefur gert. Og þetta bara búið að vera alveg hrikalega spennandi og gaman. Við erum líka með nýjan leikstjóra, Unu Þorleifs, þannig að þetta svona nýtt listrænt teymi. Það svolítið gaman fyrir okkur að takast á við Nóru núna 150 árum áður en eftir að hún sköpuð af Ibsen í nýju verki og spegla þetta á okkar hugmyndafræði í dag. Af því að okkar fordómar fyrir því að kona yfirgefi fjölskylduna sína hafa í raun og veru lítið breyst. Og ég bara sem móðir 4 barna átti mjög erfitt með að setja mig í þessi spor. Bara hvernig geturðu yfirgefið börnin þín til að fara að berjast fyrir hugsjónum þínum og breyttum heimi. Og það alveg svona gríðarlega áhugavert að svona skoða bara hvernig við tökum þessu í dag og hvort við skiljum Nóru. Og mér finnst það að vera stærsta verkefni mitt í þessu að við bara hötum ekki þessa konu, heldur bara skiljum hana einhvers staðar og elskum hana pínulítið og vonandi markmiðið að áhorfendur geti að báðum kynjum spegla sig í þessari persónu. Áhorfandinn má búast við dramatík, einhvers konar hnyttni eða fyndni og ákveðinni svona kannski stílfæringu eða leik með einhvers konar samsuðu undirmeðvitundar og meðvitundar. Ríkharður III eitt frægasta leikrit Shakespeares og við það á enginn að vera hræddur, af því að þetta aðgengilegt leikrit valdníðing. Þetta náttúrulega eitt stærsta karlhlutverk sem til, sko. Og þar af leiðandi alveg fáránlega skemmtilegt að fá að takast á það. Ég ætla að tefla þarna á mótunum 5 kynslóðum kvenna og get stolt sagt frá því að leikkonurnar okkar á aldrinum 23 til 83 og þessar stórkostlegu konur sem verða eiginkonans, þarna móðir hans, þarna fyrrverandi drottningin, hinn bannfærða Margrét, frönsk drottning sem kemur og formælir og algjörlega stórkostleg. Þessar konur verða að standa saman gegn illvirkjanum. Ríkharður III maður sem fæðist í rauninni inn í stríð. Það bara búið að ríkja blóðug borgarastyrjöld í hans heimahögum löngu áður en hann fæðist og löngu eftir hann fæðist og hann fæðist inn í það. Hann fæðist fatlaður og út frá því hann fyrirlitinn, þannig að hann tekur á sig það að verða einhver mesti hrotti sem hugsast getur. Þetta rauninni fyrsta sinn sem Shakespeare skrifa verk þar sem persónan stærri en sagan sjálf. Hann keyrður áfram af brjálæðislegum metnaði og sársauka og svona hefndarþorsta út í heiminn. Og við erum með glænýja þýðingu eftir Kristján Þórð Hrafnsson, allt í bundnu máli eins og Shakespeare ætlaði og krafturinn í verkinu í textanum. Þetta verður ekki framandi og þetta verður ekki erfitt fyrir neinn, en við þurfum bara að segja stórar sögur í leikhúsinu af því að það eru stóru sögurnar sem breyta heiminum. Ég held að áhorfandinn eigi von á ofbeldisfullum sálfræðitrilli í bundnu máli. Matthildur skemmtilegur, hreint frábær fjölskyldu söngleikur sem verður hjá okkur í vetur í Borgarleikhúsinu. Þannig eftir Róan Dahl sem margir þekkja og hann svona grimmur í barnabókunum sínum og þessi saga litla stelpu sem á foreldra sem vilja helst ekki eiga hana og gleyma því gjarnan að hún sé stelpa og kalla hana strák og hún fer að þróa með sér ofurkrafta gegn ranglætinu. Já, ég leik sem sagt kennarinn hennar Matthildar sem heitir Fríða Hugljúfa og hún uppgötar svolítið hvað Matthildur mögnuð stelpa og hún svo ofboðslega klár þegar allir hinir krakkarnir að læra að lesa, bara stafina, þá hún búin að lesa allan Halldórs Laxness-bálkinn og hún með svona yfirburða gáfur. Og svo hjálpar Matthildur Fríðu Hugljúfu með sín vandamál.
Og með náttúrulega aðalstjörnunum, það eru stelpurnar sem leika Matthildi. Já. Það eru alveg dásamlega. Já, við höfum farið í gegnum fórum í gegnum pröfur, það voru, hvað var þetta, 1000 börn? Já. Og við erum búin að finna 3 til að leika Matthildi og svo hóp krakka, mjög hæfileikaríkra krakka. Og það var alveg magna, það var svo gaman. Já. Og ég bara fór að gráta í pröfunum því þau voru svo sæt. Þau voru svo sæt og gáðu einhvern veginn allt í þetta og ég held að verða alveg rosalega gaman. Þetta er svo stór krakkahópur í sýningunni. Þetta eru alveg undrakrakkar. Já, ég er alveg bilanslega spennt að takast á við þetta verkefni. Ég líka. Þetta er ótrúlega falleg saga. Ég hlakka bæði til að fara að æfa og svo hlakka ég rosalega til að sýna fólki þessa sögu með þeim meðölum sem við höfum í Borgarleikhúsinu og þeirri færni sem allt fólkið okkar hefur í öllum deildum. Þetta er dramatísk saga, þetta er komísk saga, þú ert eftir að hlæja og gráta og ég meina með þessi fallegu börn fyrir fram að þig og saga stelpu. Þroskasaga stelpu. Já, það fyrir að sé á seinni hlutan hjá okkur. Það er einstaklega gaman að sjá hvað eru margir mættir inn í dag og áhorfendur eru þetta það sem skiptir okkur mestu máli hér í Borgarleikhúsinu og við viljum vera í góðu samtali við áhorfendur og mér langar bara að opna fyrir spurningar eða umræður ef það er eitthvað sem ykkur liggur á hjarta eða vilja spyrja eitthvað út í leikari sjálft, þá er orðið laust. Það er sýning sem er gestasýning frá Leikfélagi Akureyrar og við erum mjög stolt af því að fá hana í hús. Ég sá þessa sýningu á Akureyri í fyrra og eins og þeir segja sjálfir, sem er mjög áhugavert, 2 miðaldra kallmenn að segja okkur sögu kvennahreyfingarinnar og þeir gera það einstaklega vel og ég veit að þeir fóru á stað með verkefni eða verkefni tók miklum breytingum á leiðinni og þeir fóru að sjá bara hvað er í rauninni mikið í þessari földu sögu og hvað það er mikið af efni sem að þeir eru ekki hugmynd að væri til og þeir nálgast þetta bara sinn einstaka hátt með miklum húmor og tónlist og eins og hundarnir gera alltaf og þeir hafa verið með okkur með 2 sýningar áður og einstaklega gaman að fá þá í hús í vetur. Þannig að hún verður í nóvember, frumsýnd í nóvember. Já, eru fleiri spurningar eða hugleiðingar? Mér langar að benda ykkur á að við erum að reyna að efla Leikfélag Reykjavíkur og við munum bjóða upp á ýmis málþing í vetur. Það sem að leikarar og leikstjórar koma og tala verkefni og fyrsta málþingi verður núna næsta þriðjudag. Þannig ég hvet ykkur til að skoða það og ganga í leikfélagi þá í rauninni fá áhorfendur eða þeir sem í leikfélaginu upplýsingar þessi málþing og geta komið á þau þeim að kostnaðarlausu. En við ætlum líka í dag að vera með áskriftarkortið okkar á sérstökum vildarkjörum fyrir þá sem að komi kynningafund. Þannig að það er rauninni hægt að fá 2000 króna afslátt af áskriftarkortinu í dag fram í miðasölu. En einstaklega gaman að vera með ykkur í dag. Ef að það er ekki fleiri spurningar þá bara hlakka ég til að ferðast með ykkur í vetur í leikhúsinu og sjá ykkur í leikhúsinu. Hann Páll Óskar ætlar að ljúka þessu á ljúfum tónum og njótið sunnudagsins og takk kærlega fyrir komuna. Daginn sem ég fór þér frá lá mér lífið á síðan heldur mig heim þrá sorg og eintóm eftir sjá ég fann heiðbláan himininn hugga mig og ég veit svo vel
hverri taug ég kenni til þessa veröld varla skil mér voru gefin glötuð spil ég þarf ástúð ég þarf Hey